Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, það pólitíkin sem við ætlum að ræða núna, svona kannski tilefni þess að það er búið að senda þingi heim, en það er nú alltaf gaman að tala um pólitík. En það er svona ákveðin tímamót og ég ætla að fá hingað fólk til þess að spá svona kannski í svona hina breiðari línu stjórnmálana, hvað er verið stödd, og við fengið hingað frábæran hóp. Hérna er Sigmundur Ernir Rúnarsson sem er blaðamaður, skáld, rithöfundur. Fyrrverandi þingmaður Samfylkingar. Það er rétt. Og hér er Tómas Ellert Tómasson sem er byggingaverkfræðingur, fyrrverandi bæjarfulltrúi Miðflokksins og innsti koppu þar í búri. Já, alltaf því. Sunna Valgerðardóttir, starfsmaður þingflokks VG. Já, fyrrverandi blaðakona. Rétt. Það ekki leiðilegt að vera fyrrverandi blaðakona? Nei. Nei, það er gaman. Þórður Pálsson sem er vinnur hjá Sjóvá við að fjárfesta fyrir þá digru sjóði sem þar eru. Ég veit ekki hvað starfið þetta heitir, hvað heitir það? Forstöðumaður fjárfestinga. Forstöðumaður fjárfestinga. Og þú ert sjálfstæðismaður. Já. Og frekar svona óanaður sjálfstæðismaður undanfarandi misseri. Ég hef heyrt stundum í þér. Já, ég er svona... Þú ert ekki ánægð með þinn flokk? Nei, ég er svona almennt séð mjög ánægð með lífið en ég er ekki ánægð með sjálfstæðisflokkinn. Sunna, ert þú ánægð með VG? Ég held að það eigi allir svo litið flókið samband við VG. Ég er að vissuleiti mjög ánægð vegna þess að þú veist, í grunninn er þetta bara stefna sem að ég aðhyllist og þessi grunngildi sem að flokkurinn var stofnaður á þarna back in the day. Nú er ég fyrrverandi blaðakona þannig að ég má bara sletta eins og mér sýnist. Það er ekki málfarsráðundur hér. Engin málfarsráðundur hér. Kannski, ef það verða fleiri sem gerir áskrifendur hérna, þá kannski verjum við peningunum í það að hafa málfarsráðundur. Kannski. Ég veit ekki, kannski. Nei, en sko, þú veist, þessi grunngildi sem að eru bara félagslegt réttlæti, umhverfisvernd, friður og kvenfrelsi, ég held að við séum bara flest svo litið með því, sko. Já, en þú ert uggandi þinn flokk, alveg eins og Þórður er með sinn flokk. Eðlilega er ég það. Þetta er svona aðdragandi því að hérna eru tveir menn sem ég held að sé bara rosa ánægð með sína flokka. Sigmundur, þú ert ánægð með Samfylkinguna? Já, ég ánægð með Kristrúnu, ánægð með málefnastarfið sem er mjög öflugt og þessari svona breiðu sýn sem flokkurinn státar af þessa dagana. Samfylkingin var á köflum. Breiður sem ekki frekar þrengri sín. Nei, það er bara fólk að segja svo floknum að því að rúmast ekki að inni lengur. Það er náttúrulega bara eðlilegasti hlutur í heimi að fólk skiptir á milli flokka. Ég meina að fólk skiptir skoðun. Það er bara heilbrigðasti hlutur í heimi. Flokkurinn skiptir skoðun. Já, sko flokkurinn er bara... Ef við myndum spyrja þetta fólk sem er yfirgefa flokkin, þá myndi að segja að við skiptir ekki skoðun, flokkurinn skiptir skoðun. Ég get ekki til með séð að flokkurinn sé sko mannfjandsamlegri í sinni framkomu heldur en hefur einhvern tímann verið. Ég meina útlendingamálin er náttúrulega bara mjög heitur málaflokkur þessi dagurinn og það eru meira meina allar þjóðir í Evrópu að endurskoða afstöðu sína til þessa málaflokks vegna þess að hann er ekki lengur sjálfbær í ríkjum Evrópu og það eru sko beðilegt að menn horfi til þessa málaflokks svo að hún sé sko það sé almennilega tekið á honum. Það sé sko farið... Ríkin er ekki sjálfbær án innflytjenda? Nei, ekki heldur. Og það er náttúrulega stærsta áskorun sem blasir við Evrópuþjóðum. Við sjáum til dæmis að það eru 7 milljónir Tyrkja í Þýskalandi. 7 milljónir Tyrkja í Þýskalandi. Og þetta er ástæðan náttúrulega bara einfaldlega svo að það vantar sífellt verkafólk og iðnverkafólk til þessara landa. Ég held að vanti núna 1000 rafvirki á Íslandi, svo dæmið sér tekið. Þannig að sko þetta er óbóðslega flókin mynd. En aðalatri er að þessi mál séu sjálfbær í hverju landi. Þannig að löndin, samfélagin takja móti jafn mörgu fólki og þau ráða við. Ef þau gera eitthvað meira en það, þá er það til hnjóðs fyrir þá sem koma og þá sem eru til staðar í landinu. Þetta er stóra myndin, en hún er náttúrulega miklu flóknar með þetta. En þetta er bara einn af þeim hlutum sem eru í deiglunni hjá Samfylkingunni og öðrum flokkum. Langaði aftur inn á þing? Ég útilokka ekki neitt. Ég hef náttúrulega alltaf haft óbóðslega gaman af... Það þýðir já.
Fyrir þá sem ekki skilja þegar maður er spurður allra á þing og ekki útfylgni já. Ég ég hef óbúslega gaman á þjóðmálum. Ég skrifur þjóðmál í hverju viku og og þetta var alltaf heilla mig alveg frá því ég bara var strákur í barnaskóla á Akureyri og gaf út skólablað 9 ára gamall drengurinn. En og svo líka bara gaman að taka þátt í lýðræðislegu starfi og það sem ég vil segja að því við sitjum við þetta borð 4 einstaklingar, 5 með mismunandi skoðanir. Það sem fer alveg sérstaklega í taugarnar á síðustu árum það þetta minnkandi umburlendi gagnvart ólíkum skoðanum. Ég fagna því að það séu til hægri menn, miðjumenn, vinstri menn, fólk sem getur talað saman, deilt skoðunum, grætt hvert og öðru. En við höfum ekki verið að hafna skoðunum. Það á að vera til góð hægri skoðun, vinstri skoðun, miðjuskoðun í hverju lýðræðislegu samfélagi. Svo að virki lýðræðislega. Þetta bara það sem að gerast og hefur verið að gerast bara síðustu kannski 5 ár mest. Og mér finnst þetta óþolandi. Hvað að gerast? Þessi polarisering. Það bara... Það rétt skoðun og röng skoðun. Og þetta aftur, echo chamber. My way or the highway. Já, það líka þessi trúarásis, ég held að skilji komið fram í því að fólk lítur ekki lengur og skoðanir heldur sem gildismat heldur sé til einhver rétt skoðun og röng skoðun og það ert ekki minni skoðun að þá það bara vegna þess annarkvort að þú ert svo óbáslega vitlaus að þú átt ekki skilja að taka þátt í umræðinni eða þá þú ert svo illur að við þurfum að losna við þig þannig að þetta en ég held reyndar að og mér finnst núna þegar sem merkir þess að þetta við sitjum náttúrulega alltaf uppi með eitthvað illt fólk og vitlaust. Jú, en það miklu minna eldra með höldum og fólk nú svona flest ágætt inni við beinið en jú, það er til fólk sem með anslíkra skoðanir, það mjög fátt og svo skýris að þessi í því þetta og þetta svona polarisering og svo mikið fara, það engin vaf og því að þetta í báðar áttir að ef fólk með einhver óhefðbundna vinstri skoðanir þá það næsti bær við Pol Pot og ef allir mynda það ræðir eins og fyrir nokkrum ár síðan bara svona skynsemi eins og Sigmundur Ernir gerði útlendingamála þá það bara komið í lið með Hitler þannig að þetta og þá náttúrulega verið að gengisfella svo þessa lærdóma sem við getum dregið af sögunni og af þessum hugtökum og þessu hugtök missa alla merkingu en ég og þetta var mjög slemmt fyrir bara fyrir örfáum árum síðan ég held að þessi bylgja sé að hníga. Já, ég ætla að koma Tómasi að því ég var að tala að þau var ekki svona örugg með sína flokka. Samfylkingin mælist núna með 30%, var með undir 10% í kosningum. Miðflokkurinn var með rétt slifaði við 5%, mælist núna í 13,5%. Það eru bara 4,5% eins og maður geti sagt á milli miðflokksins og sjálfstæðisflokksins. Það dreifur sannarlega á og milli og minnkar bíli á milli þessar flokka í fylgi sem kannski ósköp skiljalegt en að þau varst að spura áðan ég held að kannski maður þetta rétt upp hendi maður þetta að fá orði það gekk á milli að þryggja en hér gildi bara frekjan Já, gildi bara frekjan, það ágætt ég óbúslega frekur og stjórnsamur þannig að það ágætt en varandi það hvort að fólk inni sé ánægt með sína flokka þá hef ég verið afskaplega ánægð með miðflokkinn og það sem að Bergþór og Sigmundur Davíð hafa verið að gera þingi síðastliðin 2 ár eftir COVID-ið og með þess að komið málum á dagskrá og svo heyrið það bara orðræðinu hér í Sigmundi Erni og yfir borðið að komið ýmsum málum á dagskrá sem að þarft var að ræða að stefnir í óefni kannski og ég hef verið afskaplega ánægð með störf þeirra tveggja, það er verið mikil þyngd í því sem aðrir segja. Þeir hafa verið mjög nálað bara grunnkjarnastefnu Miðflokksins sem var sett af stað á hausti 2017, í október 2017. Ekki verið látið að dragast út í einhverja drullupolla umræðu einhver málefni sem að kannski skipta ekki öllu máli en skipta jú einhverja máli en svona í stóra heildarmyndinni ekki, að mínum mati. Og og eins og segi, ég hef verið afskaplega ánægður með hvernig þeir hafa komið fram núna síðastliðin 2 ár. Það Sigmundur náttúrulega ótrúlegur stjórnmálamaður og það ótrúlegt
að 2 manna þingflokkur hafi einhvern veginn náð þessari sveiflu og þessari siglingu sem þeir eru á núna. Hann nánast meira áberandi heldur en þingflokkur sjálfstæðismanna. Það fær náttúrulega aðstoð frá sjálfstæðismönnum sem hafa svolítið sagt að áherslumál Miðflokksins séu megin málin sem við eigum að ræða. Þeir eru samt ekkert með aðstoð út á við frá sjálfstæðisflokk. Þeir eru bara þeir eru bara 2. Bjarni Ben hefur svolítið spilað þetta upp í hendunar á þeim með því að taka upp áherslumál Miðflokksins og segja að það séu mikilvægstu málin sem við eigum að fást við. Sem er meint stjórnleysi við landamærin. Við þurfum að virkja meira. Og við þurfum að ná niður verðbólgunni sem að þýðir að ná tökum á ríkisfjármálum, en Bjarni getur ekki orðað þannig vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn er svo slæmu stöðu. En Sjálfstæðisflokkurinn hefur eiginlega verið við völd allan þann tíma sem það hefur verið hægt að laga þetta. Ég veit það, en mér finnst að Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á og þess vegna finnst mér eins og að forustan hægra megin hafi flust yfir til Miðflokksins. Að Sjálfstæðisflokkurinn er raunverulega ekki með forustu hægri aflan á Íslandi. En allt þetta fylgi sem að koma til Miðflokksins að fara frá Sjálfstæðisflokknum? Það þannig? Það er ekki þannig. Það mér sem kemur óvart, kemur mér ekkert endilega óvart, en við erum með töluvert fylgi frá yngra fólki líka. Maður hefur sýnt sig að... Kemur það óvart? Já, með að við orðræðuna, miðaldir gamlir kallar hvítir, skilurðu, en en það er virkilega ánægilegt að sjá það að við höfum góða stuðning úr á yngri kynslóðinni og þeim er greinilega umhugað land og þjóð eins og við í Miðflokknum og þú veist, ég tel mig bara að vera svona venjulegan Íslending og sem er andum land og þjóð, fullveldi og byggðastefnu og byggðamál og samgönguinnviði og slíkt, Eru til ungir Miðflokksmenn? Eða þú veist, er eitthvað félag? Það Sunna er líka til þessi bara venjulegan Íslending sem er andum land og þjóð, eða ekki? Jú, mér er andum alls konar, Já. En bara varðandi það sem það segja, með Miðflokkin, hvort hann hafi tekið við af Sjálfstæðisflokknum. Og núna kannski er ég ekki besti málsvari Sjálfstæðisflokksins, þar sem ég er óánægður með margt þar og ekki virkur í flokksstarfi. En ég vil nefna það Miðflokkin að þeir hafa verið að leggja áherslu á þessi mál sem ég myndi kalla væri í mínum huga eru neikvæðmálin en eru mál sem að eiga að vera í lagi. Sigmundur Davíð hefur stigið mjög fast inn í svokölluðu menningarstríð sem við illu fluttum inn frá Bandaríkjunum en hann staði vaktina þar og þeir hafa verið meira ábyrgandi í útlendingamálum en það sem ég held að fyrir hægri flokk til þess að halda erindi sínu að þá eiga hægri flokkar að þeir eiga að vera málsvarar atvinnulífsins eða þess atvinnufrelsis, uppbyggingar, ráðdeildar í ríkisrekstri og þar hefur nú reyndar ekki séð Miðflokkin frekar en Sjálfstæðisflokkin og ég held að við sjáum þetta á þinginu það þar megin, ég hef þetta og við sjáum þess að nýju tegunda hægri sem að er að koma alls staðar í Evrópu núna sem að ég kalla þetta að reiða hægri sem við sjáum núna vera í Evrópu og ná góðri kosningu núna til þess í Evrópukosningur og þó hún hafi ekki verið afgerandi og margir héldu eða óttuðust. Þetta eru flokkar sem hafi í raun og veru tekið yfir hérna sósíaldemókratísku hefð sem að standa vörðum velferðarkerfið. Þeir vilja mikla eyðslu eða vilja standa vörðum kjör aldraðara að ríkið sjáum þá og við sjáum til að mynda allar rannsóknir til þess í Danmörku og danski þjóðarflokkurinn hann tekið langmest frá sósíaldemókrútum og sínu tíma og þess vegna fór sósíaldemókratarnir og völduðu þá stöðu. En er ekki í sérlega góða stöðu núna? Þeir mælast núna að aldrei verið minni sósíaldemókratarnir í Danmörku heldur en núna. Þannig að þessi boðsögn á Íslandi að Metti hafi bjargað sósíaldemókratunum við að taka upp stefnu danska þjóð. Þú verður að horfa á þetta í samhengi að allir leiðtogar í Evrópu og í heiminum að þeir eru í sögulegu lágu fylgi þetta approval rating sem er gert og byrt hjá fyrir nánast alla leiðtoga það er Meloni og hvort það sé Orbán sem er einu leiðtogarnir sem eru með einhverja vinsældir í heiminum og Milei, þetta er allt allir leiðtogar eins og Joe Biden hann er óvinsælli heldur en Trump var eins og mikill gallagripur hann var og Trump var þá óvinsælasti forsetinn sem hafði verið fram að þeim tíma þannig þetta er bara annað trend sem við erum að sjá í heiminum og ég held að það tengist svo miklu leyti þessari
populistabilgi sem við erum að sjá í heiminum, að þetta sem að þessi konsensus sem verið í heiminum og kannski þetta sem að kalla Washington konsensus var hluti af, að það hefur ekki skilað því sem að það sagðist alltaf geta. Sko, þetta samt ekki líka, þú veist, eins og svona skoðanakannanir ertu óánægður eða óánægð með viðkomandi forseta, ekki fólk líka bara óánægðara yfir höfuð alltaf? Jú, traust á öllu stofnunum hefur minnkað og það ekki gott. Hvort það þannig að fólk bara verða svo frekt og leiðilegt að það rosalega óánægt með stjórnvöld, eða getur að verið að stjórnvöld séu bara að fara inn að stýra löndunum ekki í takt við vilja almennings? Og þess vegna uppskýrðu minna traust. Já, ég held að ég með þriðja möguleika sem ég aðhyllist, það það að stjórnvöld og sérfræðingaveldi sem að núna stýrir öllu, það hafi lofað upp bjarminn á sér. Það hafi sagst geta verið með þess bara nákvæmlega réttar og vísindalega lausnir á öllum vandamálum og síðan hefur það ekki staðist og ekki gengið eftir. Og líka sko misvísandi alls konar upplýsingar og alls konar gagnsæi og alls konar sem að við erum að fá núna sem við fengum ekki áður og eigum að einhvern veginn vinna úr þessum upplýsingum án þess að vera í rauninni fær það, hvernig ríkisfjármálin, hvernig það virkar til dæmis að reka stofnun sem heitir Bandaríkin, skiljiði. Og við höldum kannski, eða Bandaríkjamenn halda að þau hafi alls konar forsendur til þess að vera æðislega óánægð með þetta og þetta. Ég hef nú gert þetta svona hinsegin, þú veist. Eitthvað sem að maður hafði ekki aðgang að áður og svo náttúrulega alls konar upplýsinga, óreiða og allt þetta. En þú veist, en svo líka bara það sem að gerast núna til dæmis í Bandaríkjunum sem að fáránlega merkilegt og ég skil ekki hvernig þetta getur átt sér stað að skoðanakannanir á milli Biden og Trump þetta er bara nákvæmlega 50-50. Þú veist, bara 300 og eitthvað milljóna þjóð skiptist bara svona akkurat niður í helminga. En síðan eru þetta hægri, þetta reiða hægri sem þú varst að tala sem þau voru að gefa út eitthvað manifesto Project 25 eitthvað, hafið þið heyrt það sem að í rauninni bara svona aðgerðaráætlun hægrisins komist Trump til valda 900 eitthvað blaðsíður sem að svona ef maður fer eftir því hvernig maður skannar þetta, hvort maður skannar þetta í gegnum einhverja vinstri miðla eða svona mainstream media. Þú veist, það alls konar sem bara svona eðlileg hægri stefna en síðan kemur bara svolítið svona eins og bara út úr Handmaid's Tale Þú veist, bara að getnaðarvarnir gerðar ólöglegar endurskoða rétt kvenna til þess að kjósa, þú veist, allt svona. Og það einhvern veginn svona fyrir nokkrum árum þá hefði ég hugsað að þetta myndi aldrei, þetta bara eitthvað rant í einhverju liði í einhverjum kjallara einhverstaðar, ekki í Washington, en þetta eru bara mjög vel fjármögnuð og samtök komin einhvern veginn þar sem að sprenglært fólk sem hefur unnið lengi í pólitík í Bandaríkjunum hefur búið þetta til og gefið þetta út og þetta stefnan okkar þegar og ef Trump kemst til valda. Talibana tilhneiging. Ekki tilhneiging, bara þú veist. Þetta náttúrulega eðlileg viðbrögð ef þú vilt banna innflytjendum að koma til landsins að þá verður að banna getnaðarvarnir til þess að fjölga fólkinu. Annars deyja Bandaríkin út. Já. Þetta bara þannig. Þú getur ekki sagt A á þess að segja B. Með mig. En ég held reyndar að ég skal nú ekki fullera með alla þessa jaðra, en ég held að innflytjendamál, það ekki stóra ásetningsteinn og sérstaklega ekki á Íslandi, eins og þú segir, hagkerfi gengur á þessu, það sem alltaf hefur gert allt, skapa alla þessa úlfúð, að það eru flóttamenn og í Bandaríkjum þessi ólögulegu innflytjendur, þú ert með annars vegar ertu með það er ákveðið skilgreint ferli og þú kemur inn í Bandaríkin og þú uppfyllir ákveðin skilyrði og hins vegar ertu með þá sem að bara fara yfir
yfir landamærin í Mexíkó sem algjörlega milljónir í Bandaríkjunum sem eru með þessa stöðu og Bandaríkjamenn lifa á því að hafa fólk sem réttindalaust. Það sem þetta blasi við, hvort heldur þar eða hér, að það þarf að koma skikki á þetta og skikk þýðir ekki að það þurfa að loka. Skikk þýðir það að ef eitthvað sem verið að hleypa inn í milljónum manna í Mexíkó og hlutið þeirra og nokkuð stór hluti kemur inn í gegnum Mexíkós glæpagengi, ekki bara miklu eðlilegra að það sé þá, ef menn vilja hafa kvóta og Bandaríkjamenn vilja kvóta sér þetta eins og það geti yfir til gennum tíðina, ekki bara eðlilegra að það farið og bara sinn feril og menn bara viðurkenni vandamáli, frekar heldur en að loka augunum og hafa þetta stjórnlaust. Ég veit ekki. Það finnst mér. Það er eitt í sambandi við innflytjendamálin að þau eru notuð í pólitísku umræðu. Það er engin að benda okkur að lausnir af því. Við getum nefnt í dæmi Danmörku, þar sem að stemmingin var bara svo að það var bara flokkandi reynda að yfirbjóða hvern annan að vera harðir í þessu. Það bætti ekkert Danmörku með því, en það bara bætti, þetta var bara sjálfstætt umræðuefni í pólitík án þess að menn væru raunverulega með eitthvað plan hvernig þetta vera. Það bara seldi það að vilja hörku í innflytjendamálum, þá fekk ég atkvæði, en hvort að það myndi leysa eitthvað vandamál eða væri til einhvers. Það snerist ekki það vegna þess að það var menningarstríð og það snerist það að ég þurfti að bjóða upp á andúð gagnvart innflytjendum til að fá atkvæði. Það er ekkert andúð gagnvart innflytjendum og þetta hefur ekki snúist innflytjendum, þetta er flóttamenn. Menningarstríð? Nei, ég skil ekki alveg umræðu því að það sem að náttúrulega... Þetta er hugtak sem er notað... Já, ég veit að sko, þú veist, ég vil miklu frekar að horfa á þetta í þeirri mynd, til dæmis eins og með okkur Íslendinga, þú veist, við höfum bara ekkert innviðið eða eitt eða neitt til að taka móti miklu fjölda á flóttamönnum með innflytjendum. Við höfum alltaf innviðina til að... Hvað viltu gera? Viltu loka ferðarþjónustunni eða byggingabransanum? Nei. Það þarf að vera sjálfbært. Það sem að hefur gerst er náttúrulega það, þetta hefur verið sko... Hvernig verður að byggja íbúðir? Að þetta hefur verið stjórnlaust. Það hefur ekkert verið stjórnlaust. Alltaf því og umræðan hefur verið 54% færri hælisleitendur á þessu ári. Þetta er svo hættulegt að segja þetta. Þetta hafi verið stjórnlaust. Má ég ekki klára þetta? Þú sagði stjórnlaust og ég bara benda á að það eru 54% færri hælisleitendur á þessu ári en það var í fyrra. Er það stjórnlaust? Ég sagði alltaf því stjórnlaust. Það er ómikið álaga á innviðin okkar hérna, bæði sko velferðarkerfið, menntakerfið. Út á hælisleitendum? Já, meðal annars. Út af fjölgun? Já, líka. Það vegna þess að stjórnvöldum er mistekist að byggja upp innviði. Út af því að við erum alltaf að verða eldri og eldri, skilur. Og halda við líka innviðunum. Ég meina, Hvaða innviðum? Innviðum? Já. Við höfum til dæmis ekki byggt eitt eða neitt til að bjarga biðlistólum til dæmis á landsan. Þú veist bara hvað sem að tekur þar við, skilur við. Við erum að byggja nýja landspítala. Bara rosalega stóra nýja landspítala. Hvað tekur svo við? Hvað tekur svo við eftir það? Snýst þetta hælisleitendur og flóttafólk? Skólarnir ráða ekki við hælisleitendur. Leikskólarnir Reykjavík getur ekki tekið við börnum sem þau lofuðu að taka við. Eða að stoppa fæðingar? Eða bara byggja upp leikskóla? Nei, við ætlum að byggja upp hvort tveggja en til þess að fá inn í skólana mörg börn sem að tala enga íslensku, tala enga ensku og þurfa mikla aðstoð. Það er bara skólakerfi ræður ekki við þetta og það er það sem starfsfólk þar segir. Þannig hefur þetta verið stjórnlaust. Það verður að stoppa, það verður stjórnlaus uppbygging ferðarþjónustu sem við verðum að stoppa. Nei, ferðarþjónustan kallar ekki á hælisleitendur. Íslendingar eru búin að, til Íslands aðflutt fólk að vinna. Ég man ekki hvort þetta er 60 og 70.000 á cirka 10 ára og þetta hefur bara gengið bara mjög vel en síðan er það þessi litlu hópur sem hafa verið hælisleitendur sem alltaf koma hérna frá öruggum löndum og það er það sem gengur illa en þar með er ekki sagt þar með er ekki sagt að við mikið taka vinninni hælisleitendum heldur á það bara ekki vera þannig að ef fólk næður að klukka landamærin hérna tala ekki með að hendi vegabréfinu sínu kemur frá öruggum landi kemur hérna minnst að við höfum byggt upp eitt besta velferðarkerfi heimi að það er sjálfkrafa að öðla sér þetta er ekki eitt besta velferðarkerfi í heimi ef við viljum aftur á móti hjálpa fólki að þá höfum við þetta stjórna sjálf með hvaða hætti við gerum það Þú ert bara að segja alls konar sem er ekki rétt Þetta er ekki eitt af bestu velferðarkerfum í heimi Nei Jú, Ísland er eitt best heppnaða ríki sögunar
Já, það svoleiðis. Já, það bara þannig. Ok, og Ísland... Ástand þínu Norðurlöndum. Spurðu unga fólki sem er að kaupa sér íbúðir. Og Ísland fyrir Íslendinga þá og hingað er að koma fullt af... Var það auðveldara þá? Nei, og hingað er að koma fullt af hælisleitendum frá öruggum löndum sem er að setja skólakerfið okkar á hliðina. Þú varst að segja það? Já, það er ekki flogið frá neinum öruggum löndum Íslands. Það kemur alltaf í gegnum önnur örugg lönd. Þórður, af því að þú ert að tala álagi sem er á skólanum vegna þess að börn eru ekki með íslensku sem móðurmál á heimili sínu. Ég hef talað mikið við til dæmis Fellaskóla og talað við fólk sem er með börnin sín þar og talað við skólastjóran og eitthvað fleira. Það er ekki vegna hælisleitenda. Það er vegna þess að í Efra-Breiðholti það sem er ódýrsta húsnæðið í Reykjavík, það sem hefur alltaf verið, þegar ég var barn þá var þetta fátækrahverfi, eða eins og það heitir, það sem er fólk með og núna erum við búin að skipta út, láglauna fólkið er að hálfu leyti erlent vinnuafl, kemur annars staðar frá og þau eiga börn og þau gangi í skólan og nú er það þannig að það eru 85% af börnunum sem eru ekki með íslensku á sínu heimili og það veldur því að það gengur hægar að kenna þessu krökkum íslensku vegna þess að skólalóðin er ekki aðstóða, heimilið er ekki aðstóða, þannig þau eru lent í einhverjum sérstökum vanda. Þetta tengist hælisleitum bara 0. Þetta tengist bara vexti. Hvernig tengist þetta hælisleitendum? Ekki neitt. Þú ert að tala afmarkaðan hlutavandans, ég er að tala annan hlutavandans. Já, sem á ekkert skylt. Þú ert bara að tala fólk sem er ekki Íslendingar að uppruna. Reyndar hefur Samfylkingin lagt til að við stoppum vöxt ferðaþjónustunnar. Það er eitt af því sem Kristján sagði. Ég hef skrifað líka í þá veru vegna þess að það eiga engar atvinnugreinar að vaxa of hratt á Íslandi. Það er bara ávísun á vandræði. Er hún ekki bara að sjá það sjálf? Jú, hún er að sjá það sjálf og ég til dæmis hef talað fyrir því og skrifa í þá veru að ferðaþjónustan verður að vaxa svona í nokkurn veginn í samræmi við þá innviði sem við höfum og í samræmi við það orðspor sem við viljum hafa af landinu út í löndum. Núna blasir við alvarleg ferðamannamengun á vinsælustu stöðum okkar. Ég var nýverið á Gullfossi og þar var kjaft tróðið. Það var varla ég kæmist inn með lappirnar. Það er ekki að mér að fara Gullfoss. En mér finnst ég alltaf vera að sjá núna einhverja fréttur að Ísland sé þetta úr tísku og allir séu svo hræddir út á einhverjum eldgosum. Og ég er að fá fólk til Íslands utan á heimi sem hefur aldrei komið til Íslands núna í sumar og ég kom með kvíðbúa nú þegar við að fara með það til Geysis, Gullfoss og Þingvelli. Líka bara vegna þess að umhverfis áherslu á Íslandi hafa bara verið kólranga. Já, svo hefur við líka að spá í þessu með loftslagsmálin. Við erum að gera fína hluti þar. Förum við að skoða fráveitamálin, sorpförgunina. Akkur ekki tekið til þar. Einu staðarinn sem er nokkurn veginn lægi fráveita á landinu er hér á höfuðborgarsvæðinu. Út á landi erum bara í henglum. Svo er að fara að koma líka stór kostnaðarpakki núna á íslenska þjóð. Það er það að hitaveituvæðingin var náttúrulega á milli 70-80. Þær lagnir eru allar komnar á tíma. Það er að fara að endurnýja hitaveitulagnir víðar. En er þetta ekki saga hörnun innviða frekar heldur fjölgu fólks? Við getum ekki sagt að fólki á Selfossi að hætta kúka. Við erum bara að laga fráveituna. Já. Sérstaklega ekki eftir nýju matvæluna. Ég skildi ekki alveg þess að tengingu, ég er að segja lausnin er ekki svo að fækka fólki. Nei, þetta er eina lausn með svo... Sögnum við ekki að Íslands... Þetta er eina lausn, eitt af því sem við þurfum að leysa. Það eru fráveitumálin, sorpmálin. Það er reisa pakki. Hvers vegna mistum við fókus á því að byggja upp innviði? Akkurat. Við höfum fókus á því 100 ár. Já. Svo allt í einu er bara eins og stjórnvöld ráð ekki við að byggja upp húsnæði fyrir fólk svo að þessi örugt og ódýrt húsnæði á Íslandi. Hvað gerðist eiginlega? Það er eins og við kunnum ekki telja börni sem þurfa að fara á leikskóla eða gamla fólki sem þurfa að fara á hjúkrunarheimili. Það er svona margföldunaráhrifin Við gleymum okkur í einhverjum málefnum sem að skiptar ekki grundvallar máli. Við kunnum að telja, ég held að vera þeir sem að fara með stjórn landsins, telja það ekki vera sína ábyrgð. Nei, einmitt. En stóra myndin, því þú spurður pólitíkin á þann. Já, og við erum að tala pólitík. Er að það hefur óðbóðslega mikið breyst á okkar ævi í pólitíkinni. Sigmundur Afi sagði einfaldlega að uppskriftin á lífinu var að vera bjartsýnn á sér í góða konu og kjósa Framsóknarflokkinn og hann kaus Framsóknarflokkinn alla sína tíð. Þannig voru afar okkur ömmur. Og fekk góða konu líka. Það voru, einmitt já, og náðu sér mjög góða konu, blessunlega, hann Sigrúnu. En þannig var líf manna.
stór hluti af þjóðinni sagðist ekki vera pólitískur og kjósa sjálfstæðarflokkinn fyrir vikið. Þannig var líf okkar Íslendinga. Menn voru fæddir inn í flokka, skiptu við ákveðna verslanir, fóru aldrei á SO eða önnur bara á Skeljung og svo framvegis eftir flokkum. Menn fóru... Mamma sendi mig, voru bensinstöðvarnar flokkaskipta. Hún sendi mig út í búð til að skipta. Og kera bílinn bensinlausan. Nei, lífið var svona, en svo núna í dag þá segja sumir að það sé komið meira los á pólitíkina. Ég fagnaði það skulle vera 8 flokkar frekar en 4 á þingi. Ég vil bara hafa fjölbreytni í skoðunum, fjölbreytni í afstöðu til lífsins og þetta vilja margir túlka sem svona lausung í samfélaginu. En gerir samt, nú bara ég forvitin og bara, þú veist, eftir því sem að verður meira los eða fleiri flokkar, verða þá ekki skoðanirnar meira einhvern veginn líkar eða, þú veist... Jú. Þú veist, með fjórflokknum þá var þetta svona, þú vissir að hverju þú varst að ganga og þetta er einhvern veginn svona... Svo er annars, svo ég botni bara þetta að gott og vel, sumir kallar þetta lausung, það eru konar fleiri skoðanir, fjölbreyttari ásýnd stjórnmálana. Sumir að segja að sé ekki fleiri skoðanir. Já, við skulum sjá til. Nei, ég er að velta þessu. En svo er annað sem hefur gerst frá því að við vorum með mjög afgerandi flokka, sumpart, fjórflokkin á sínu tíma. Kvennarhreyfingin kom svo inn í þetta fjórflokkakerfi og splundraðinni, blessunarlega á sínu tíma og breikkaði ásýnd samfélagsins. En það sem er líka gerst er að stjórnmálaflokkar hafa svolítið kafnað undan embættismannaveldinu í landinu og hafa ekki getað hrint sínum stjórnmálaskoðunum í framkvæmt. Þetta koðnar allt inn í kerfinu sjálfu og ég gleymi því ekki þegar ég var á þingi og þurfti að skera niður bara upp að öxlum í útgjöldum ríkisins. Hverju var það sem sluppu manna best og þurfti ekki að skera neitt niður? Það var embættismannaflokkurinn sem ræður alltaf mestu á Íslandi og fyrir vikið, og hann er orðinn svo ráðríkur í dag, að stjórnmálamenn sjálfur, ráðherrar, flokkar, gamlir og nýir, kom ekki sinni pólitík að. Nú er alveg svona afnöðin dag. Og það sem er að gerast, er að það skiptir ekki máli hvort að þessir flokkar eru við völd, vegna þess að það verður til bara einhver móðsuða og engin pólitík. Sigmundur Davíð sérstaklega. Ég vil bara segja það að við Sigmundur Davíð erum perluvinir og við berum virðingu hvor fyrir aðrum í pólitískum. Ætlaðu að spyrja hann, hvað er það við sjálfstæðarflokkinn sem að þú ert óánægð með? Það er alveg búið að svara og ég held að við komum aðeins áðan út úr að segja hvernig fólk hefur mist trú á stjórnmálunum og kerfinu og þetta minna traust í stofnunum. Ég held að séu að í Evrópu, það séu 3 atburðir sem að skipta, eða svona, ekki það að þeirra ráðu þessu öllu, en hafi ítt mikið undir þetta og séu svona markarandi fyrir þetta. Og það er fyrsta lagi COVID og viðbröðum við því, sjokkið og síðan að hann komið ljósa mikið sem aðgerðum voru tómvitleysa og hluta til vegna þess að menn vissi ekki betur og hluta til vegna þess að menn fóru á taugum og hluta til þess að menn nota svona beittu COVID fyrir vagnin í ýmsum öðrum málum. Öðru lagi þá er það auðvitað fjármálakreppan sem var svona kannski fjármálaveldið var auðvitað mesta sérfræðingaveldi sem í okkar daga. Það var nýbúið að sitja alþjóðlega reikningsskilastaðla, það nýtt bankaregluverk og þetta átti og Evrópski seðlabankinn og seðlabanki Bandaríkjanna náttúrulega undir forystu Greenspan átti náttúrulega að vera góðum líkir en svo hrundi þetta allt. Og í þriðja lagi þá held ég að það sem kannski skiptir mestu máli í Evrópu er þetta Evru-projektið sem var eiginlega fyrir landið alveg frá þannig að Maastricht 92 munum að fólk var alls þar með Evrópu, ESB-merki og annað slíkt en aftur á móti til þess í löndum eins og Ítalíu þar sem að kjör fólks á hvern íbúa hefur ekki batnað neitt síðan árið 2000 og þannig að þetta valdið gríðarlegum vonbrigðum. Og ég held að þetta sé allt það sem ég myndi kalla oftrú á stjórnmálin, oftrú á ríkislausnir á ýmsum hlutum og sem skila sér í því sem Sigmundur sér líka sagði að mér finnast ráðherrar, núna margir hverjir, þeir sitjast í nýtt ráðuneyti og sjálfstæðismenn hafa svo sannarlega verið duglegir við það undanförnu
og mér finnst bara alltaf ný ráðherra að vera eins og ný klappstýra fyrir starfsmannafélagið og svo sjáum við þetta í nýjustu kjararáðs að það eru þetta opinberir starfsmenn sem að hafa eru núna orðnir tekjuhæstir og hafa hækkað mest í launum undanfarnum árum og án þess að vera beint með samsæriskenningu að þá getur maður þetta spurt sig hvernig getur það komið mönnum óvart þegar það er búið að afhenda þeim öll völdin. Ég veist bara áberandi með ráðherraliðið og þau náttúrulega með ráðuneyti undir sér. Þú veist bara hversu slæmt það er að ráðherra hafi rauninni ekki neitt töts fyrir málaflokkunum sínum. Menna, þú veist, nú spyr ég bara vitið hvað margir verkfræðingar en Alþingi? Ég hef svo sé engin. Nákvæmlega. Er engin í Framsóknarflokknum verkfræðingur? Nei. Og það er dýralæknir sem hefur verið en núna fjármálaráðherra var áður innviðaráðherra. Þetta var ekki þeir hafa ekki töts fyrir því sem það eru með dýralæknir. Við erum svolítið mikið að hafa dýralækni. Það var helsti fjármálaráðherran í aðdraganda hrunsins, sama dýralækni líka. Hann kannski að fá raun. Já, þú veist, ég segi því, menn hafa bara ekki, hvorki, þú veist, hafa ekki töts fyrir því, vita ekkert hvað er að gerast í málflokkunum, hafa enga þekkingu eða litla, reyndar með fullt aðstæðmönnum. En mér finnst það bara, rosalega lélegt. Þegar þeir eru að tala hvað völdin líka í samfélaginu og þau eru að segja það að stjórnmálin geti ekki haft neinn áhrif af því að það er bara kerfið, embættismennirnir, báknir búin að taka það af. Ég er sósíalisti og ég er náttúrulega horfið á þetta öðruvísi. Það sem hefur gerst er það að við búum við svona ólíkarkakerfi í bæði vestanhafs og austan og það sem að þeir sem fara með peningana að þeir hafa bara allt valdið. Við sjáum hvernig Alþingi dælir út lögum og fleira sem eru meira og minna til þess að gæta hagsmuna þeirra sem að eiga og meðan að það er almennt vaxandi tilfinning almennings hér á Íslandi og í Evrópu og vestanhafs að lögin sem að þjóðþingin eru að setja séu ekki til þess að gæta almannahags heldur þvert á móti hagsmuna hinna ráðandi stéttar. Meira sem gjaldmiðillinn er ætlaði fyrir auðmenn. Já, sem er fyrst og fremst auðvaldið frekar heldur embættismennirnir. Þannig ef við tækjum embættismennina ef þeir ger ekki það sem að stjórnmáli vilja, sem ættu að vera að þjóna almannahagsmunni, þá eru þeir að gera það fyrir einhverja aðra og það eru þau sem að fara með völdin í samfélaginu. Þess vegna hef ég aldrei skilið þetta báknið burt hjá sjálfstæðismönnum, sem er náttúrulega bara báknið sem að þeir byggja upp til þess að verja eigin hagsmunni, eða ekki? Já, hvers flokks eru sýslumenn landsins? En ég sé ekki alveg þessa samsæriskenningu að ég sé ráðin einhver sem embættismaður, kannski vegamálastjóri og allt í einu fer ég að stjórna vegakerfinu. Það er ekki þannig. Ég er bara dæmdur til þess að bjóða allt út vista öllu vegakerfinu. Ég á ekki einu sinni valtara lengur. Heldur er þetta bara búið til þess að taka skattfé og dreifa út til verktakafyrirtækja. Ég vinn við það. Ég hef engin völd. En mér finnst pólitíkin á Íslandi. Þetta er mín upplifun á þróun samfélagsins. Ég get tekið undir margt af því sem hún segir. Og fagna bara því sem hún varst að segja. En mér finnst pólitíkin á Íslandi vera allt og mikið í aukaatriðum. Pólitíkin á Íslandi á fyrst og fremst að spyrja sig hvernig get ég bætt hag almennings. Hvernig get ég bætt hag sjúkra, hvernig get ég bætt hag barna. Það er ekki allir sammála því að pólitíkin er að snúast hvernig maður er að bæta hag almennings. Ólíkt hvernig menn ætla að gera það. Hver er almenningur líka? Sumir halda að ég bæti hag Samira sem mest að þá mun batna lífið og Norðurlanda. Við erum bara flokku fólksins kjarnandi langbest fyrir síðust alveg fæði klæði húsnæði. Ég tek bara einfalt dæmi sem er eilíðar vandamál á Íslandi. Og Smári, við erum konir á 70-aldur. Við þekkjum það þegar við keyptum okkar fyrstu íbúð. Við tókum lán og supum kvæljur. Og heldum við myndum aldrei geta borgað þetta. Af því öll lán á Íslandi eru afturvirk. Og það er ekki hægt að taka, íslenska krónan er ekki lánsfjár gjaldmiðill. Þetta er gjaldmiðill til að eiga í banka. Og á meðan að hreyfiafl í öllum samfélögum er hjá lántakendum sem taka lán sem fyrirtæki eða einstaklinga til að hreyfa við samfélaginu. En börnin okkar, unga fólki í dag, er hins vegar að taka lán sem eru verið að breyta núna afturvirkt og afturvirkt svo þau borgi þessi lán alveg lengst ofan í sína dýpstu gröf eftir þau eru
fallin frá. Það hvarflar ekki að okkur að laga þetta. Það hvarflar ekki að okkur svo áratugum skiptir að laga það er bara aðrir sem hafa hagað þessu. Já, það er vegna þess að það hafa aðrir hagað sem að selja dýrt húsnæði, þeir græða bara svo mikið að við látum ungu kynslóðun okkar gangast undir eitthvað klafa, ævin á enda við að borga eitthvað húsnæði. Og við til dæmis, okkur dettur ekki eins og nýtt til huga, okkur dettur ekki til hugar að setja Ef við horfum á, sko, ég ætla að spyrja þessi sjálfstæðismenn, af hverju viljið þið sjálfstæðismenn ekki setja þak á leigu á Íslandi? Flestar þjóðir í Evrópu setja þak á leigu vegna þess að það á ekki okra á þessu þakki. Það hefur gefist mjög illa. En ef við horfum á þetta nefndum með húsnæði, þá var alltaf tekið saman og Eurostat hefur alltaf tekið saman, bara hlutfalla ráðstöfunartekjum fólk sem að fer í húsnæði og það er bara ekki hátt á Íslandi og hefur aldrei verið því. Nei, það er bara ekki hátt og nei, það er bara, þú getur bara að sé þetta og tölum hjá Eurostat, þetta var alltaf birt í fjármálastöðugleikaskýrslu Seðlabankans, það er ekki gert það núna í nokkuð tíma. Jú, og en sko, þú ert að segja þetta með vextina, að þeir séu sko ákvarðaði upp á nýtt. Þetta er bara sama lánaform og hefur verið alls annars staðar. Hins, og í Danmörku... Ertu að segja að vexti séu þeir sömu? Nei, ég segja að endurskoðun ákvæði vexta í Danmörku heitir þetta flexlón og þetta er nánast öll lán í allri Evrópu með sem hætti. Það sem okkur hefur hins vegar ekki tekist og tekist verra en öðrum, það er það að halda gjaldmiðlunum stöðugum. Og það sem hefur megin skýringin á því og megin skýringin á því núna er óreiða í ríkisfjármálum. Og það er tekið saman, það er skýrsla, besta skýrsla sem ég hef lesið í langan tíma, sem er skýrsla fjármálaráðs, úttekt á fjárlögunum. Og það er tekið saman útgjöldin í COVID, Ísland og svo Noregi, Danmörku og Svíþjóð. Og þar kemur í ljós að öll þessi lönd juku útgjöld sín umtalsvert. Öll hinn Norðurlöndin, að þau voru komið niður í sama hlutfall af verkefni landsframleiðslu strax árið eftir, nema við erum ekki ennþá komið þangað. Og hvað gerðum við? Árið 2022 að þá var mikil búningur, mesti hagvöxtur frá 72 eitthvað, mann er ekki alveg eða 70 eitthvað. Og útgjöld tekjur ríkissjóðs jukust 200 milljarða og við 100 milljörðum að því umframleiðslu og við erum núna með framúrakstur í ríkisfjármálum svo langt sem augað eigir. Og ríkisstjórnin, hún hefur brugðist vegna þess að hún hefur lítið erindi og hún þarf að sætta alla og það sætta allir með því að gefa eftir handa öllum og þannig að útgjöldin snaraukast en hins vegar engin tilbúin að taka erfiðar ákvarðanir sem er að fjármagna þessi útgjöld annarkvort með því að skera niður annar staðar eða að leggja á skatta. Þetta er náttúrulega sláandi hvernig sjálfstæðisflokkurinn hafa sínum málum. Ég skil að vera að þú sért óanægð vegna þess að ég vil ekki sjálfstæðisflokkurinn ég vil að taka af en ég segi hins vegar ef þú ætlar að eigi þessu þá skaltu fjármagna. Þórður, ríkisstarfsmönnum hefur fjölgað 22% frá 2015 á meðan að starfsmönnum á almennum vinnumarkaði hefur fjölgað 5%. Þetta er á vakt sjálfstæðismanna. Þeir hafa fjölgað ríkisstarfsmönnum og sett nýtt Íslandsmet í þeim efnum. Á sjálfstæðisflokkurinn hann eftir komið annars svar við því hversina ég er óanægður. Þetta er bara, þú ert bara fulltrúinn. Og það væri allt í lagi ef það væri breytingar á hlutverki í ríkisins að þau væri byrjuð að byggja íbúðir og þau væri byrjuð að gera eitthvað. Þetta meira og minna eitthvað svona sóun inn í kerfinu. Þess að þegar þú ert að tala þetta, hvað verður breyting í COVID, að sömuleyti þá upplýði það þannig að í COVID urðu til allt í einu svona bara ókeypis peningar í ríkinu. Það er líka svo leiðis þannig með Grindavík. Og þá sér maður allt í einu bara fyrirtækin það sem ætti að vera, þú veist að fólk var að koma sækjast þessu stuðning hjá í samtryggingakerfinu. Allt í einu sér maður bara forstjórana í fyrirtækinum alltaf fremsta í öllu röðum. Það er ég held að sé orðið 17 milljarðar sem er afslátturinn á tekjuskatti sem að fyrirtæki sækja út af rannsóknir og þróun. 17 milljarðar. Og það er svo sem maður orkusjóður að útluta, byrju Samherji í Ísfélagið. Það er bara allstaðar það sem maður sér útlutun á okkar penningum, skattfénu, að þá er alltaf helstu forstjórnir alltaf fremstir í með skálina sinni eins og Oliver Twist að byrja penning. En það hefur orðið eins og hefur bara orðið eitthvað siðlegt bara fall á COVID-árunum að þessu leyti. Það getur að nefna þetta, en ég teki þátt í svona nýsköpunarverkefni, ásamt með Bjargi leiguíbúðafélagi að byggja hagkvæmar íbúðir. Allt á kostnað fyrirtækisins. Allt á kostnað fyrirtækisins? Bara fyrirtækisins sem ég starfa hjá. Við höfum ekki sótt í neina sjóði, einmitt,
Þetta frekar komist að þessi stórfyrirtæki sé að sækja þessu sjóða, okkur geta ekki bara borga fyrir þetta sjálf. Ég hef einu sem sóttum fyrir hönd fyrirtækisins í eitt svona sjóð og okkur var bara hafnað. En það ótrúlega skrítið án einhverja útskýringa. Að sjá sko, eins og þú segir, að það hafi bara orðið allt í einu til rosalega mikið af einhverjum peningum, annars vegar, í sumum verkefnum og svo hins vegar verið að sko bítast einhverjar milljónir, þú veist. Eitthvað smottir í. Já, bara, þú veist, eitthvað sem að manni finnst listamannalaunumræðan. Til dæmis, skilurðu, en sem lægstu laun á landinu. Og ég skil ekki hvernig þetta allt saman virkar eða hver tekur þessar ákvarðanir, sko. Eða hvernig það eru teknar. En stóra myndin líka svo, sko, að tökum Írland sem dæmi sem lítil eyja eins og Ísland að vísu með töluvert fleiri íbúum. En sko þar tekur ríkið það bil 35% ef maður rétt af efnahag landsins til sín, til að ráðstafa. Hér það hátt í 50%. Það kannski, Írland ekki gott dæmi. Þeir eru með svona lágskatta paradís fyrir alþjóðleg fyrirtæki og raunverulega til þetta ekki. Það sem ég er að segja, við tökum mikið til okkar sem sko ríkissjóður, sem skilgreiningaratri, hvað spurningin förum við vel með þessa peninga? Ég myndi frekar orða þetta svona. Við viljum hafa svona velferðarkerfi svipaður á Norðurlöndunum. Já, við erum saman það. Allir segja já. 80% þjóðarinnar er saman það. Það vantar svona 3-4% af innheimtunni sem við tökum í skatta á þau. Og þá ætlum við bara að keyra þetta Það er ekki ég myndi frekar að vilja orða þetta svona. Ísland orðið endur úthlutunarríki. Það er bara peningarnir fara í ringi. Fara frá fólkinu landinu til ríkisins og svo þeim endur úthlutað og þar standa meðal annars forstjórar og sannlega ríkasta fólki heimi úr Hollywood fremst í röðinni. Þú segir, við skulum endur útluta peningunum betur. Ég segi, nei, við skulum bara hætta þessum endur útlutunum og láta fólki sjálft peningar, þeir eigast í sögu. Og það þeir sem það sem þeir verða til, það sem þeir eiga að verða eftir, það sem mestu leyti, þegar það búið að greiða fyrir þessa nauðsynlegu þjónustu sem að fólk getur komið sér saman og allir eru sammála. Það er bara stróka yfir samtryggingun og velferðarkerfið og við vorum að vera sammála það en Míli aftur móti ég veit ekki hvernig þetta átt að enda hjá honum en hann hins vegar hefur náð einhverjum eftir þess að verðasta árangri í leiðtoga í Suður-Ameríku árum saman, áratugum saman. Þess að ná niður verðbólgu og koma fór úr 219% í 187%. Komi niður í 0% og Argentína mest dysfunksionala ríki, búin að vera mest dysfunksionala ríki, fara úr það að verða 5. ríkasta land í heiminni, verða 1. fátækasta með því að verða svona endur úthlutunarríki, entrepreneurial state. Við skulum ekki kannski fara að tala um Argentínu, en tökum það samt sem dæmi að þarna kosinn forseti sem kemur með alveg ekstrím stefnu og það eru náttúrulega verkföll og mótmæli og mikil átöku þarna. Og við erum að sjá þetta alltaf meira og meira í Londonum að það svo þau hangi ekki saman á neinum svona sameiginlegum samfélagssáttmála, svona sirkabát, hvert erum við að fara? Heldur, getum við fengið þannig að þau kjósa Mílei og svo kjósa bara eitthvað allt annan og þá það spurningi svo, er þetta vegna þess að fjölmiðlarnir eru farnir sem að voru áður samræðu vettvangurinn? Hvað veldur því að það ekki svona eins og sé ekki neitt samhljómur í því svona hvert markmið með ríkisvaldinu á það að vera ríkisvald þetta framkvæmda armur almenningsvaldsins sem að við þurfum að eiga á móti styrk auðvaldsins eins og var sagt eftir stríðsárunum og það ekki segja þetta í dag að þá var það hugmyndin að við getum sameiginlega byggt upp sæmilegt samfélag með því að nota ríkisvaldi til þess að bæta upp stöðu þeirra sem að vera veikir. En við erum alltaf að daðra við annað en við viljum. Ítrekkaða skoðanakannir benda til þess að 80% landsmanna og þar yfir vilja hafa opinbert heilbrigðiskerfi. Ítrekkaða skoðanakannir. Það er engin ágreiningur um það. Það er engin ágreiningur um það. Fólk vil reka opinbera grunnskóla og framhaldsskóla hér á Íslandi. Kvótakerfið er vont. Kvótakerfið er vont. Það er bara 90% landsmanna og við viljum halda uppi góðum innviðum hvað varðar samgöngur í landinu og að svona landsmenn njóti sannmælis og jafnréttis í þeim málum. Við kjósum kvenfrelsi og jafnrétti. Og við erum í grunninn umhverfisverndarsinnuð þjóð. Og ef að fólk væri spurt, vildu að allir hafi aðgengi á ódýru og öruggu húsnæði, það væri 95% já. En í pólitík
og framkvæmdavaldið bara að gera eitthvað allt annað. Það verið að daðra við einkaframtaki í heilbrigðisþjónustu, sömuleiðis í grunnskólu núna nýlega, og svo framvegis í hjúkrunarheimili og landsmanna sem græða bara á því að hafa gamalt fólkin í litlu skápum og svo framvegis. Þannig að við erum að framkvæma þvert á það sem þjóðin vill. Hvers vegna? Jú, ég held að vegna þess að það vitlaus flokkur búin að stjórna landinu í 80 ár. Svo segir það að ég... Fjölmiðlum þetta. Það var skort á sameiginlegu vettvangi sem að fjölmiðlarnir sömuleyti tóku að sér, sérstaklega kannski á eftirstríðsárunum og það byrjaði að brotna upp bara fyrir aldamót og þetta er bara raunverulegt vandamál. Ég held að sé algjör gullöld fjölmiðla núna, þetta hlýðvarða hlutverk sem að þið voruð í áratugum saman og ákveðu hvað var og sérstaklega Morgunblaðið, hvað var frétt og hvað var ekki frétt. Að það hefur minnkað og við erum að fá mikla flóru til að mynda í hlaðvörpum og eins og samstöðinni og víðar. Vandinn auðvitað sá að það er erfiðara að greina hvaða upplýsingar eru réttar og hvaða rangar. Og þú ert bara á þínum vettvangi að hlusta á þínar upplýsingar og ég á allt öðrum og við hittust ekki. Já, ég býttu það er auðvitað spurning til því. Og menn að reyna að koma sér upp einhvers konar vottunum annars slíkt og þetta byggir á orðspori, hverjir hafa orðspor á sig fyrir að vera svona góði greinendur og góði fréttaskýrendur. Þannig að ég held að ég er nú ekki mikla áhyggjur af fjölmiðlar með það sem ég held að þú nefndir Argentínu. Einn ástæðan fyrir því að Milei var kosin var það að það var bara örvæting. Það var bara vegna þess að þeir eru búin að reyna hitt, þeir eru búin að reyna peronistana í öll þessi ár og landið var gjörsamlega komið á fótum fram. Það var Argentínumenn hafi ekki getað átt alþjóðleg viðskipti í áratugi vegna þess að peninga þeirra eru hvarvetna kyrrsettir út af málaferlun nema þeirra að fara í gegnum Úrúgvæ af öllum ríkjum, þannig að það er náttúrulega verið alveg skelfilegt. Það er í Bretlandi, þá er almenningur núna að segja að við erum búin að vera reyna íhaldsflokkinn og við bara getum ekki lengur. Það er verið að hafna því. Við sáum hægri flokkana í Hollandi sem að hurfu. Við erum gólistarnir í Fraklandi, kannski verið það bara ekki til eftir kostskapstum. Og íhaldsmenn í Danmörku, þeir hurfu eftir að Poul Schlüter fór frá og þannig að stjórnmálaflokkar er ekki eilífir. Það tengist því sem að Sigmundur var að segja, að stjórnvöld virðast vera að gera eitthvað sem að almenningur hefur ekki áhuga á. Almenningur kallar eftir að sé eitthvað gert og stjórnvöld bara í okkar heimsluta eru bara einhverju allt öðru sjói. Það er rekin minni pólitík að ég heldur en var hér áður fyrr. Flokkarnir, þeir standa ekki á sinni plikt. Þeir standa ekki staðfestir á sínu stefnumálum. Þeir gefa þau eftir í býttum fyrir völd. Það er best á þessu ríkisstjórnar samstarfi sem er í gangi í dag. Og þess vegna held ég að lausnin sé að félagsstjórnarmönnunum minni völd frekar heldur en meiri vegna þess að þegar hverjir er að hafa völdin þá? Ég held bara að fólki er bara sjálft að hafa þau. Þú Gunnar Smári gefur sér alltaf mynda, hann vil alltaf hafa meiri og meiri ríkisafskipti og hann gefur sér alltaf að þeir sem er sammála honum eða þengjandi sem hann fara með þau. Ég held að það sé einmitt þrýstuhóparnir sem Ég vil ekki meiri ég er sósíalisti og ég vil að verkafólkið eigi fyrirtækin. Það er ekki það að ég vil að ríkið reki. Það verkafólk getur alveg átt fyrirtæki. Verkafólk getur alveg átt fyrirtæki, getur stoppað sín í fyrirtæki og samvinnufélög og það er bara ekki hægt lengur að stoppa samvinnufélög. Hvaða samvinnufyrirtæki er í atvinnurekstri á Íslandi í dag? Það verður næst að formið gekk ekki upp. Nei, það var breytt reglunum þannig að Nei, fólk getur verið með og alls konar, þú getur verið að sagt til mest að lögmannstofur eins konar samvinnurekstur og alls konar fyrirtæki. Þetta bara hefur ekki gengið með stór fyrirtæki og hvarvetna lagst af. Það er bara rekið samvinnufyrirtæki út allan heim en hérna var þrengt að í möguleikunum með að stofna samvinnufélagi. Og það er bara ég skal taka það er reyndar ennþá eftir kaupfélag Skagfirðinga sem hefur tryggt að kvótin er ennþá í Skagafirði rúmlega það. Það er að segja það er ekkert bannað að vera með samvinnufyrirtæki þannig að þú vilt samvinnufyrirtæki þá þarf engar ég sagði ekki að vera bannað, það er orðið svo erfitt að stofna það en ég myndi líka vel að segja mig heilbrigðismálin en þess að Sigmundur Ernir kalli eftir því upphafi að það væri einhverjir sem væri með hægri skoðanir og ég held að löngum lýst eftir þeim og þú farið það aldrei frá Sjálfstæðisflokknum og það mun enginn í Sjálfstæðisflokknum taka undir með mér en ég held að þetta sé að einkarekstur í heilbrigðiskerfinu samhliða í opinberu öryggisneti í heilbrigðiskerfinu sé okkar stærsta hagsmunamál en þess að ég held
að heilbrigðismál og útgjaldi þeirra sem hlutfall af vergri landsframleiðslu sé sá þáttur sem eftir að aukast mest á næstu árum. Út af hælisleitendum? Nei, út af því að mæla með amerísku leiðin í heilbrigðismálum? Nei, hún er þú veist að ameríska leiðin, hún er ameríska leiðin er sennilega svo versta sem til í heimi. Sennilega mest miðstýrð í heimi og útgjöld bandaríska ríkisins til heilbrigðismála er svona áþekkt því og á Íslandi. Nei, sem ég segi eins og við erum með einkarekstur á Norðurlöndum. En við erum með þetta nú þegar, Já, það er mjög lítið, en við erum miklu minna heldur en öll nágrannalöndin og ástæðan fyrir því að ég held að þetta sé svo mikilvægt. En samt erum við best í heimi, þú veist að segja það? Við erum mitt best hefna ríki í heimi, já. Það er ekki nokkuð vafa á því, en það þýðir ekki að við sem fullkomni, það þýðir ekki að við getum ekki bætt og þess vegna við öll sem við hér samankomin, okkur þykir það vænt Ísland að við erum tilbúin að ræða hvernig megi mögulega bæta það og ég ætla bara að segja það að val neytenda innan heilbrigðiskerfisins og út í norma auðvitað haft eins og aðri afskipti að þau þurft að eiga viðskipti við heilbrigðiskerfið að ég held að það allir opna sveigjanleika og aukið val sjúklinga að þá sé algjörlega nauðsynlegt að innleiða einkarekstur hér samhliða opinbera kerfinum. Já, Þórður, þú eru mistað ykkur í blaðsíðu það hvernig einkarekstur þróast. Við erum til dæmis með einkarekstur hérna á flestu sviðum, til þessi tryggingum, þú vinnur þar, við bönkunum og eitthvað fleira. Ég held að engin viðskiptavinur þessara fyrirbrigða upplifi það að þarna sé eitthvað svona gríðarlega auki frjálsræði og val, að smátt og smátt að bara fara fyrirtækin, bjóða upp á sambærilega þjónustu, skipta með sér markanum og drotna yfir honum og blóðmjólkan. Það er það sem það er það sem að gerðist með einkarekstum heilbrigðiskerfi í Bandaríkjunum. Við fáum bara óskapnaðin af því að skilja einkafyrirtæki eftir með svona mikilvægan þar sem að þeir eru taka 3 svona meira fé af almenningi til reksturs heilbrigðiskerfinu heldur en í Evrópu. En fyrstulega það ertu náttúrulega með bestu spítali heimi í Bandaríkjunum og í öðru lagi að þá ertu með mest regulæra markað í Bandaríkjunum í heilbrigðiskerfum. Þannig að þú veist ekki með neitt einkarekstur þar. Það til þess að halda hinum úti. Það er það sem stórfyrirtækin í Íslandi. Þau vilja alltaf hafa sem mesta reglur til þess að halda samtímið frá sér. Ég var að segja að ég vildi hafa einkarekstur og markaðslausnir meðfram í heilbrigðiskerfinu. Ég var ekki að segja að ég vildi taka upp bandaríska kerfið. Já, hann bara talar hérna sem hægri maður. Þú varst að óskattu því. Já, ég var að hægri því. Þú talaði mínu máli á það. Ég bara Ég get alveg tekið undir með mörgu leiti sem hann er að fara hérna yfir en hérna við erum átt okkur því að við erum ekki mörg 100 milljóna þjóð við erum 400 manna þjóð og við þurfum að vera færum ýmislegt og ég held til dæmis að varandi einkarekstur í heilbrigðiskerfinu þá þurfum við þú veist að það er einhvern veginn þú veist við erum með hérna háskólasjúkrahús líka við þurfum að geta haldið einhver þekkingu inn á háskólasjúkrahús sem lítur að vera við erum útskrifað lækna þeir kannski fara þá einkarekstur og annað. Þannig að þú veist, það verður að vera alltaf eitthvað inn á landsánum sem að, þú veist, það er ekki hægt að útvista allri heilbrigðisþjónustu. Það verður glapræði. Það er það sem að Bretar gera. Þá eru fyrirbrigði inn í NHS sem eru raunverulega einkarekin að búið útvista þjónustu. NHS er bara meira og minna bara sker. Það má alveg útvista einhver úr heilbrigðiskerfinu. Þetta er leiðin sem að Bretar fóru og það er hvað eru Bretar að tala í dag það er hrun NHS þeir eru að leggja til svona ýmis konar hrun á heilbrigðiskerfi Nei, betur er ekki hægt að læra bara á þeim mistökum sem þeir gera þar En akkur með við ekki bara byggja upp það sem er gott í okkur Akkur með við ekki bara læra á því sem að Svíar hafa gert gott Svíar hafa brotið niður bæði menntakerfið og heilbrigðiskerfið sitt Nei Jú Því erum við hvort ekki mjög góð heilbrigðis og menntakerfi. Það hefur leitt til þess að það eru aukin stéttaskipting í skólum. Það eru stór fyrirtæki sem að reka orðið skólana í Svíþjóð sem að taka hagnaðin á kýpur. Þannig að hluti af skattpenningum sem að fóra í því að byggja upp menntakerfi enda sem hagnað sem Þetta er alveg ekki það sem Svíar segja Þú er bara að tala þá við einhverja Svíja sem eru bara í hægri megin einhvers staðar og eru að reyna að selja einhver þetta Ég er bara sænska fjölmiðla og þeir eru ekki með þessa sögumyndu þín alveg eins og að aðri fjölmiðlar í Íslandi er ekki með sögumynd sem þú dregur upp á Íslandi Ég held að það sé bara svona Það er enginn á Íslandi í stjórnmálum Íslandi sem er að benda á ef ekki gera svo Svíarnir nema Sjálfstæðismenn og kannski miðflokksmenn. Það eru vinstri fólk ekki að segja að gera eins og Svíarnir lengur vegna þess að velferðarkerfið í Svíþjóð er eiginlega brjóta niður menntakerfið. Já, þeir eru brjóta niður menntakerfið. Já, semst að miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn vilja brjóta niður menntakerfið. Með þessar einkavæðingu? Ekki með, þú veist,
Þetta er ósanngjarnt, segja þetta mér. Því að það ekki það sem að gera. Málið það að menntakerfið íslenska, það stendur ekki traustu fótum í dag. Ég held að maður hljóta að sjá það. Út af hverju það? Út af hverju það? Það eru margvíslegum ástæðum. Er það ekki bara vanfjármagnað? Nei, ég held að það sé ekki endilega vanfjármagnað. Ég held að það sé bara vitlaust upp samsett. Við fórum í til dæmis innsetningu skóla sem hefur kostað sveitarfélögin gríðarlega fjármuni. Það eru þessu risa byggingar sem eru bara tómar 1:30 á daginn. Skilju við? Staðið fyrir að vera með tvísetningu þegar við vorum vantarlega í grunnskóla. Þrísetningur í var. Þrísetning. Já, skiljiði, að nýta ekki, húsnæði betur. Við erum að byggja líka allt á dýrt skólahúsnæði. Það er bara staðreind. Og Sumir skólar eru bara minnstu peningur fer kannski í starfsemina sjálfra. Og greiða úr þeir flækjur sem það er komin upp og það er til dæmis getum við blanda innflytjendum inn í það til dæmis. Það er vandamál líka að innflytjendur þeir koma ekki með börnin sín í leikskóla. Það þyrfti að setja skólaskyldu á hér svona 4-5 ára aldur minnst kosti að allan 1 vetur á þannig að fer í grunnskóla. Svona sem dæmi, það er örgulega til endalausar lausnir en allan á það kerfi sem við búum í dag, það bara gengur engaveginir. Er eitthvað kerfi sem Er lausnin engaveik? All hluta til örgulega. Ekki það þessu sem þú segir tengist eitthvað rekstrarforminu. Ekki það þessu sem þú segir tengist rekstrarforminu. Skólaskylda, tvísetning skóla. En þið talið samt eins og það sé ekki engavæðing í þessum kerfum nú þegar, sko. Það er náttúrulega engavæðing. Ég meina, það eru einkareknir leikskólar, það eru einkareknir grunnskólar, það er bara hellingur af einkarekstri í heilbrigðiskerfinu. Hann er mjög lítill, en minni í nágrunlöndum, en ok. Þú veist, þannig að þetta er alveg til staðar, sko. Er okkur að taka að tala pólitík? Já, ég meina, pólitík er náttúrulega óbúslega breytt svið. Pólitíkin snertir allt okkar þjóðlíf og allt sem við erum að gera vonandi til framdráttar í samfélaginu og bóta fyrir hag almennings og fyrirtækja og við mögum ekki gleyma því að eitt mesta velferðarmáli í hverju landi er að hafa vinnu. Við þekktum það í hrunnu að þá mistu fjöldamargir vinnu sína. Fjöldamargir lögðust á flótta og flúðu við til Noregs. Þar á þeim tíma gerðist við flóttamenn og þótti það sjálfsagt mála að það tækju aðra þjóðir við okkur. Ég tók námslán í hruninu og flutti til Danmerkur og enn að borga af þeim og mun gera það eilífu. Og ég held að ég talaði fyrir því áðan að við þurfum að horfa á stórumánin hvernig við getum bætt hag fólks, hag almennings í landinu þegar það kemur að lánum og lífskjörum og verðlagning og matvöru og nauðsynum og svo framvegis. En við verðum líka að hafa hér kröftugt atvinnulíf til þess að fólk hafi aðgang að góðri vinnu, vellaunaðri vinnu sem það elskar, blómstrar í og þroskast í vegna þess að... En við erum aðallega í því að fjölga lánunarstörfum í ferðarþjónustu. Já, því miður og við þurfum að horfa til þess hvar íslensk menntun, íslenskt verkvit nýtur sín best og það er í fjölbreyttu atvinnulífi til lands og sjávar og sveita og mér finnst við þurfum að veðja mjög á það. Atvinnulífi í landinu undir stjórn þinna manna í Sjálfstæðisflokknum í 80 ár er svolítið hefur verið þrúað af álögum og við erum á mörgan hátt ekki samkeppnisfær við önnur lönd þegar kemur á atvinnulífi. Þar er krónan til dæmis mikill skaðvaldur og öll helstu fyrirtæki í landinu hafa flúið krónuna og geru upp í dollar eða evrum til þess að standast alþjóðlega samanburð og atvinnulífi er náttúrulega taka mið af þessu stóra alþjóðlega samhengi til þess að ráða til sín fólk, ráða til sín verktaka og annað til þess að fyrirtækin gangi upp og við þurfum að hugsa þetta, hag almennings og hag fyrirtæki svo fólk hafi vinnu svo það geti blómstrað í sínu hversdags. Þannig að ég að fara að hugsa þetta, ég hugsa voða mikið það að þetta er nú ekki sniðugt að byggja svona upp ferðarþjónustuna sem að skila bara lánunarstörfum ég hugsa voða mikið það. Já. En stjórnvöldur geta ekkert gert í þessu, það er bara hann vill stofna eitthvað sitt ferðarfyrirtæki og hún stofnaði Play og allt í einu byrja að flytja hellinga fólk hingað til landsins og það er ekki stjórntæki það er bara að hafa stjórnmálamenn sem ætlar að lýsa yfir þungum áhyggjum yfir ástandinu þeir eru ekki minni stjórntæki til þess að stýra framþróun samfélags, það er ekki samkomlega það eigum við að koma saman og taka ákvörðun það hvert íslenskt samfélagi að þróast ég held að segja það samkomlega auka framleiðni og passa upp á einmitt hver á að gera það?
sko, veistu hvað einmitt að því að hann kom inn með rafvirkjana áðan, það ekki nema 7% af vinnuaflinu samsett þannig að það eru innan. Menn það eru 12-13 og 14% í öðru löndum. Þú veist, það segir bara hvað. Það hlýtur þá að vera einhvers konar minni framleiðni þar í iðnaði heldur en annars staðar. Og stóra hættan svo líka hjá ungu kynslunni í dag að hún horfi ekki á Ísland sem sinn loka áfangastað. Vegna þess að velmennta fólk á Íslandi, verkfræðingar og annað fólk í vísindastörfum og svo framvegis, það telur sér betur verið að koma niður í öðrum löndum. Ég á son verkfræðing í Stokkólmi, ég á sjónvarpsframleiðanda hjá BBC í Lundunum. Þetta eru krakkar sem setjast að annar staðar en á Íslandi og þetta kannski svo ógseður að horfa á í komandi framtíð að sko heimurinn minnkar og krakkar sem vilja fá góð lánskjör, gott verð á nauðsynjavörum og vellaunaða vinnu, það kannski fer eitthvað allt annað heldur en til Íslands, Akureyri, Ísafjarðar, Reykjavíkur til þess að eiga framtíð og eftir stendur sko fátækt fólk sem þykkur lægstu launin í Evrópu. Í ferðaþjónustu. Eru tengingarnar held í öllu fjölskyldum. Maður horfir bara eins og litlasystem mína. Hún búin að búa í 20 ári í Danmörku. Hún geðlæknir, yfirlæknir það bara árásum. Orðin danskur ríkisborgari, þetta er ekki til hugar að koma heim. Það bara ekki inn í myndinni. Strákurinn minn í Stokkólmi, hann tekur lán og bankinn tekur áhættu með honum og hann veit hvað lokagreiðslan verður eftir 25 ár. Ég dundaði mér að því, ég man ekki kannski 3 árum eftir hrun að taka ungt fólk í Noregi og Íslandi, gera það kennurum, láta það kaupa húsnæði og leggja til efri árana og lifa og koma börnunum í gegnum skóla og deyja. Sem megin viðfangsefni hvers samfélags. Ég sá ekki betur en að Íslands álagið á þetta fólk sem að hittist og giftist og eitt æfinni saman væri eitthvað nálega 74 miljónum. Það var Íslands álagið við að búa hér frekar heldur í Noregi. Akkur eru að leggja þetta á venjulegt fólk. Þetta megin pólitíkin. Svona á pólitíkin. Hún bara þau að hafa hvali. Þetta er Noregi sér eitt að fáa löndum sem getur staði sko, Íslands snúningi í lífskjörum en ég held að við horfum á bara þessi sko ráðstöfunartekjur hér og jafnvel í sko miðað við þessi hvað er dýrt að búa þá eru fáin þetta kannski Noregur og Luxemburg sem fólk hefur að betra það er ekki að býta verulega hjá hugsanlega Danmörk núna sko fljótlega sko en önnur lönd eru það nú ekki og það eru þetta að byggjast uppfyllt af góðum störfum á Íslandi hvers konar tækni og nýsköpun og svo þetta í sjávarútvegi og mörgum öðru greinum þannig að hér eru þetta hér eru þetta gott að vera og mér finnst það algjörlega ósammála Þórður, ef við höfum ekki að tala saman þá verðum við að gera það með einhverjum öðrum hætti að ég bendi á hvað er að og þú bendir á það hvað er ekki að við verðum að finna einhverja aðra leið ég bendi á lausnir og gagnrýni þína lausnir. Yngsti sonur minn sko er dæmigerður ungur Íslendingur tæplega 30. Hann kaupað sína fyrstu íbúð, reyndar aðra núna, hann stækkaði við sig eftir hann þau eignuðust barn, Jónin. Og hann slá núna, hugsið ykkur, þetta eru krakkar sem fara í gegnum, hvað heitir þetta í bönkunum? Greiðslumat. Til þess að hvort greiðslumat, til þess að athugja hvort þau séu hæf til að taka lán. Greiðslumat. Nei, hvað gerist eins og hjá þessum dreng, yngsta syni mínum, á þessu ári? Lánin á mánuði að hækka úr 280.000 í 410.000. Greiðslumati gerði ekkert ráð fyrir þessu. Greiðslumati gerði ekkert ráð fyrir þessi króna á Íslandi sem sveiflast bara eins og trefillin hálsin á manni. Hata krónuna. Og ég hata ekkert krónu, ég vil bara fá lausn til þess að börnin okkar geti lifa mannsamandi lífi í þessu landi. Og hún er til þarna, úti. En við viljum bara ekki taka hann upp. En við reyndar sko, er það þannig að til þess að taka upp lausnina þá þurfum við að geta verið með sjálfbæra ríkisfjármál og verið með sjálfbæra kjarasamninga og ef við gerum hvorugt og tökum upp evruna þá verður sko tífalt harðari skellur auk þess sem að við tökum ekki upp evruna að ganga í Evrópusambandið. Sjáðu Danina með sína krónu með 3% vikmörkum frá Evrópinu. Gengur frábærlega það? Horfðu á ríkisfjármál í Danmörku, alla umræða ríkisfjármál í Danmörku hvort sem það er alltaf hægri eða vinstri. Fólk getur alveg deilt hvort að ríkið eigi að sinna hínu eða þessu. En í Danmörku er ekki deilt það hvort að ríkið eigi að fjármagna það sem það eyðir. Og Íslandi þá bara eyðum við
og svo fjármögnun síðar og það er miklu auðveldara að fá að fá konsensus útgjöldin eða það þarf ekki að fjármagna eða það þarf ekki að fórna inn á móti. Þannig bara lífið, það er ekki til eitthvað fyrir ekkert. Best í heimi? Samt best í heimi. Þórður, að því að þú eru áhyggjur af stöðu Sjálfstæðisflokksins. Er ekki hluti af því að þegar að Sigmundur hérna tala fyrir hönd sonar síns og talar hver staðan er, að þá svarar alltaf forysta Sjálfstæðisflokksins, nei, það er bara skuldir heimilin hafa aldrei verið lægri og meðallaun á Íslandi eru miklu hærri heldur en allstaðar og bara bla 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 og bara heyrir ekki hvað fólk er að segja. Af því að það eru bara ekki tengt. Það er alveg þannig. Það liggur við að setja að segja eins og við Rússi Súnak, að segja þetta við þig, þú hefur enga möguleika að skilja þetta. Maður býður eftir eitthvað segja þetta bara við Bjarna Ben. Það er líka svoleiðis að ég hef heyrt af því að einn af ráðherrum Sjálfstæðisflokksins kom í heimsókn til fyrirtæki þar sem var fræddur ýmislegt varðandi fyrirtækið og framkvæmdastjórinn, hann fór með þessa mannesku allt fyrirtæki og sína það. Hún sýndaði engan á það sem hann var að tala það var bara endalega selfie og svo Instagram og allt skilur. Þú veist, og það er Var þetta Jón Gunnarsson þegar hann var dómsmálaráðherra? Nei, alveg ekki Jón Gunnarsson. Það er eitthvað aðeins yngra, getur ykkur það til, en þú veist, er þetta ráðherraliðið sem við höfum í dag? Jesus Christ. Herðu, þetta er búið að vera skemmtilegt, finnst ykkur gaman að þessu? Alveg rosalega. Elska þetta. Þórður, hann er Hann er farin bara. Hann þurfti að fara, hann er allt inni horfinn út úr þættinum. Þið er gaman að tala pólitík. Já, og það var að tala meira pólitík. Tala bara lífið og svo náttúrulega að lokum. Ég fæði bara aftur. En að lokum, að því við erum nú í meirihluta blaðamenn við borðið. Núna. Að þetta er dagur sem Julian Assange var frjáls maður. Og þetta var ekki alveg, hann þurfti að játa. Já, hann þurfti að játa og svo lítið svona erfitt fyrir hann, en enga síðan, þetta er stór dagur og ég vil bara taka upp hanskan fyrir hann og aðra blaðamenn sem eru að fletta ofan af leynimálum stjórnvalda og ríkisvalds allan heim. Það er mjög mikilvægt að við komumst inn í gögn sem sýna okkur spillingu stjórnvalda, hvort heldur það eru hjá Bandaríkjamönnum í Írak. Hvað stjórnvalda eru raunverulega að gera í okkur umboði? Já, akkurat. Sem er ekki allt fallegt. Nei, og við fórum í lið með hinum útvöldu þjóðum í Íraksstríðinu á samkvæmt ákvörðun 2 manna við ríkisstjórnarborði án þess að aðrir ráðherrar vissu af því og án þess að allur þingheimur vissi af því. Og án þess að nokkuð vildi það. Og án þess að nokkuð vildi það. Þetta þurfum að benda. Ekki eina játningu fyrst að... Þetta ekki sammála? Eina játningu að því að var að tala að hér var blaðmenni í meirhluta. Ég nefnilega hafði þann draum þegar ég var yngri. Ég kláraði til dæmis fjölmiðlabraut í framhaldsskóla. Lengir von á einum. Fór síðan í járnabindingar í eitthvað 3-4 ár eftir framhaldsskólanámi. Endaði í framhaldsnámi í járnabindingum. Þannig að ég kláraði síðan að endaði á að klára master í björðúrsverkfræði í Bandaríkjunum. Vel gert. Það var gáfulegt skrif. Sunna í flúi. Það er svona 3 og kvart hérna. Ég ætla að hann var í þessum. Er það gaman að fá okkur hingað við Rauðaborðið? Við erum alltaf að reyna að finna út úr því hvernig við getum endurnýjað samtalið í samfélaginu. Sigmundur, Tómas og Sunna og Þórður, hann er farinn á braut. Við þakkum honum kærlega fyrir og ykkur fyrir að hlusta. Ég ætla að setja hérna áfram og taka næsta kafla í leit minni eða einhverjum skilningi á þessu samfélagi eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% Eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.